Ég ætla sem sagt að fjalla lífaldur Íslendinga sem mikið áhugaefni mitt og vonandi margra hérna inni. Má sjá, þetta skiptum glæru. Já, dagskráin svona í stuttu máli þessi að ég ætla aðeins að svona byrja á af hverju þessi lífaldur skiptir okkur máli og sérstaklega okkur í lífeyrissjóðakerfinu. Og svo fara yfir svona Ísland og hver þróun hefur verið hér og svona hvað við sjáum fyrir okkur í framtíðinni. Og svo ætla ég að fara svolítið yfir að skoða eins svona hvaða líkunum helst verið að beita og ég ætla að skoða svolítið sérstaklega Danmörku og Holland og það svolítið út frá því að þetta eru lönd sem eru með stór lífeyrissjóðakerfi svipuð við á Íslandi. Þannig að fannst það svona liggja vel við að skoða þau lönd. Og náttúrulega eins og Þórey nefnir þá þekki ég Danmörku sjálf mjög vel. Og svona ef við byrjum á hvaða áhrif hefur væntur lífaldur. Hann hefur áhrif á lífeyrissjóðakerfið, hann hefur mikil áhrif á tryggingafræðilegt mat, réttindaávinnslu, framtíðarréttindaávinnslu og einnig þegar við erum að reikna örorkuréttindi, við gerum framreikning vegna örorku, þá skiptir væntur lífaldur miklu máli. Það skiptir líka máli fyrir opinbera kerfið, almannatryggingakerfið okkar. Hver kostnaðurinn nú, hver verður kostnaðurinn í framtíðinni, svona þróunin og þegar maður að skoða samsetningu þjóðarinnar, hlutfall vinnandi fólks. Og almennt má segja að lífaldur og vaxtastig þeir þættir sem hafa mest áhrif á stöðu lífeyrissjóða til lengri tíma. Þetta skiptir mjög miklu máli. Og ef við erum að vanmeta lífaldur, hver það áhrifin? Svona ef við tökum alveg bara grunninn, hvað snýst svona útreikningar á lífaldri um? Í lífeyrissjóðakerfinu snýst þetta eða með 1000 einstaklinga, hversu margir af þeim ná 67 ára aldri og þeir sem ná 67 ára aldri, hversu lengi lifa þeir? Það svona þessi grunnhugmynd, bara hversu marga mánuði þurfa að greiða lífeyri til 1000 manna hóps, svona alveg mjög mikil einföldun. En hvað gerist ef við erum að vanmeta lífslíkur? Það verða ákveðin hliðrunaráhrif. Þegar við vanmetum lífslíkur þá verða hliðrunaráhrif frá iðgjaldagreiðendum til lífeyrisþega og það einfaldlega því að lífeyririnn of hár miðað við raunverulegan lífaldur ef við erum að vanmeta lífaldur. Og einnig þá vanmetum við skuldbindingar sjóðanna. Tryggingafræðilegt mat verður of bjartsýnt með við raunveruleikann ef við erum að vanmeta lífaldur. Og einnig verður réttindaáherslan ofmetin og það þýðir svona, hefur venjulega þýtt óvinsælar leiðréttingar þegar lífslíkur eru endurmetnar. Og ég vil svona aðeins minnast á vaxtastiga því mér finnst það líka mjög áhugaverður hluti að ef við ofmetum vaxtastig framtíðarinnar þá hefur það sömu áhrif á það að vanmeta lífslíkur. Það þessi sömu áhrif og nefnd voru hér að framan. Og það þarf að meta þetta á raunsæjan hátt til að tryggja stöðugleika sjóðanna til framtíðar. Og svona ef við tökum þetta svona eins og við verum fjárfestingarsjóður og við tækjum við fjárfestingu frá einstaklingum, snýst þetta svolítið ef að sjóðurinn sér fram á að hann tekur við einhverjum peningi og hann mun ná fram ávöxtun á einhverjum x árum á bilinu 70.000 til 110.000. Hvað segir einstaklingnum að hann fái í ávöxtun? Segir hann að hann fái 100.000 eða 90.000 eða segir hann að hann fái 70.000 örugglega og ef raunveruleg niðurstaða verður kannski 85.000. Ef þú sagðir upphaflega 70.000 þá verður hann glaður því að hann fekk 15.000 meira. En ef þú sagðir hann 100.000 þá verður hann fræður því að þú sagðir 100.000 og svo gefur hann bara 85.000. Það skiptir svolítið miklu máli. Frekar kannski að vera svartsýnni eða bjartsýnni og svona laga hlutina svo eftir því sem að svona áhrifin koma fram. Já, svo skiptir svolítið máli þegar maður að hugsa lausnir, maður að horfa til skamstíma eða langstíma. Og ef við ætlum að leysa, eins og til dæmis þegar kemur nýtt lífslíkumat, ef við ætlum að leysa hlutina til skamstíma, þá erum við ekki að gera breytingar á líkanu. Við erum að fara í svona einskiptisaðgerðir eins og að hækka lífeyrisaldur, hækka réttindatöflur. Við gerum það í eitt skipti þegar áhrifin koma fram. Það að þegar það kemur ljós að lífaldur var vanmetinn, þá förum við þessar aðgerðir. En ef við ætlum að leysa hlutina til lengri tíma, þá þurfum við að vera með reiknimódel sem tekur tillit til þessara óvissuþátta. Og við þurfum að vera með raunsæjar væntingar til framtíðarinnar. Og
þegar verið er að ákvarða breytingar, bæði stjórnvöld og innan sjóðanna, að það skiptir máli að hafa þessa framtíðarsýn, að vera með skýra sýn á hver óvissan er til framtíðar. Þegar verið er að breyta kerfinu og bæta kerfið, eins og við þurfum náttúrulega alltaf að vera að gera. Þetta er náttúrulega bara kerfi í þróun, endalaust. Og nefni ég hérna síðast kerfi þess að kynslóðareikninga ganga upp. Og ég fer svolítið betur í það svona örlítið síðar. Hvað þýðir það ef að kynslóðareikningarnir ganga ekki upp? Hvað þýðir það ef við erum í rauninni að færa peninga á milli kynslóða? En ef við skoðum þessa mynd þetta eru gögn frá Hagstofu Íslands yfir ólifa meðalævi 67 ára einstaklings og þetta er náttúrulega algjör grunntala fyrir lífeyrissjóðana. Þetta er eitthvað sem þeir hafa mikinn áhuga á. Bara hversu mörg ár þurfum við að greiða 67 ára einstaklingi lífeyri. Þarna sjáum við að þróun hefur verið svona, kannski ekki alveg bein lína en hún hefur verið upp á við, eða yfir öll árin. Síðasta mat er frá 2016 til 2018. Og þá getur maður spurt sig, hver heldur að framtíðarþróunin sé? Er þetta líklega framtíðarþróun? Maður getur spurt sig. Hérna er rauninni bara gert ráð fyrir að við séum komin á áfangastað. Og það má svona velta því fyrir sig hvort það sé raunsæ framtíðarspá. En svona ef við förum aðeins yfir bara Ísland. Eins og þess að það fyrir mynd, þá hafa lífslíkur farið vaxandi í mörg ár. En á sama tíma hefur barneignum fækkað og gögn fyrir 2019 frá Hagstofan sýndu að meðaltalið fæddi hver kona 1,7 barn á ævinni. Þannig að við erum undir þessu 2 börnum á konu, við höfum verið undir því frá árinu 2012. Þannig að lífaldur lengist og barneignum fer fækkandi og það hefur þá áhrif að aldurssamsetning þjóðarinnar breytist. Og þessi mynd er teiknuð bæði í rauninni gráa línan eru gögn frá Hagstofunni og svona gulllita línan er mannfjöldaspá Hagstofunnar fyrir framtíðina. Og hérna sjáum við fjölda einstaklinga á vinnualdri. Þetta er ekki í rauninni nákvæmlega hverjir á vinnumarkaði, en þetta eru þeir einstaklingar sem eru á aldrinum 16 til 66 ára fyrir hvern einstakling sem er 67 ára eldri. Þannig að sjáum við að 1980 þá voru 7,3 á vinnualdri fyrir hvern á eftirlaunaaldri. Núna erum við komin í 5,3 og ef spá Hagstofunnar gengur eftir, þá er 2040 þá eru 3,5 á vinnualdri fyrir hvern einstakling á eftirlaunaaldri. Og þarna komum við aftur inn á þessi hliðrunaráhrif sem ég minntist á. Ef við erum að færa peninga frá iðgjaldagreiðendum til lífeyrisþega, þá er ákveðin kynslóð sem verður svona tapar tvöfalt. Því að þegar kynslóð sem er kannski 30-40 ára núna fyrir eftirlaunaaldur, þá er líka mun færri á vinnumarkaði fyrir hvern eftirlaunaþega. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að vera meðvitaður hvernig kerfið á að vera núna og eftir 20, 30, 40 ár. Að þessi samsetning sé sanngjörn fyrir alla. Og svo ætla ég svona aðeins að tala líkön sem eru notuð í öðrum löndum. Og nú er þetta bara bein þýðing frá mér á ensku. Það tala Static Period Mortality Model og ég þýddi það sem punktstöðumódel. Í þessu módeli þá er tekið stutt nýlegt tímabil og lífslíkur eru fastsettur út frá því. Það er ekki horft til fortíðar né framtíðar. Þannig að þetta er bara tekið stutt tímabil og sagt svona eru lífslíkur. Og það eru mjög mörg lönd sem nota þetta tegundamódeli og þetta krefst góðs gagnagrunns því að þú þarft að hafa góð gögn yfir dánatíðni og fjölda í hverjum aldurshóp. Venjulega er þetta módel endurskoðað reglulega og lífslíkur eru þá uppfærðar. Og í þessu módeli þá eru framtíða lífslíkur jafnar nútíma lífslíkum. Og Ísland notar þessa tegund módels. Svo er önnur tegundamódeli sem er kallað Dynamic Cohort Mortality Model eða ég kalla það þróun yfir tíma, svona bara mín þýðing. Þetta módel, í þessu módeli þá leitast að meta þróun yfir lengra tímabil og þannig gengur út frá því að þróun fortíðarinnar sé að gefa okkur vísbendingar þróun framtíðarinnar. Og grunnlífslíkur fyrir einhvern ákveðin tíma eru reiknaðar með punktstöðumódelinu.
Þannig að það þá venjulega tekinn einhver grunnur og svo reiknað áfram út frá því. Og það eru fleiri og fleiri lönd sem notast við þessa tegund módels og þar á meðal Danmörk og Holland. Og mér fannst þessi mynd svo áhugaverð. Þetta er, ég ætla svo sem ekkert sérstaklega að tala um Frakkland, en þetta er graf sem sýnir lífslíkur við fæðingu frá 1740. Og þarna koma nokkrar heimsstyrjaldir inn og þarna koma svona nokkuð tímabil þar sem að líkur alveg hrynja. En við sjáum að trendið, þróunin yfir tíma, þó það komi högg, þá heldur trendið samt áfram. Þannig við sjáum sko að maður getur sagt ýmislegt hlutina út frá hvernig trendið er. Og þetta er frá Félagi íslenskra tryggingastarfsfræðinga og það er gildandi lífslíkutöflur á hverjum tíma. Og það er kannski örlítið villandi fyrir neðan eins og á nýjustu súlunni, það stendur 2014-18. Þetta var tekið í notkun 2019 og það sem stendur 2010-14 það var tekið í notkun 2015. En þarna sér maður svolítið svart á hvítu og hverjar af þessum töflum eru notaðar til að reikna framtíðar lífslíkur. Þannig að þarna eru í rauninni framtíðar lífslíkur sömu og nútíma lífslíkur. Þannig að sést í rauninni svolítið svart á hvítu að hver þróunin hefur verið. Að það hefur í rauninni verið aukning í hvert skipti sem lífslíkutöflunar eru endurskoðaðar. Það virðist svona akkurat núna eins og konur séu svona, það hefur ekki verið mikil breyting á konum milli síðustu tveggja líkana, en karlmenn halda áfram að lífslíkur þeirra hafa haldið áfram að aukast. Þannig þetta er svona, af því að þetta er það sem að sjóðirnir eru að reikna sínar framtíðarskuldbindingar út frá. Svo ætla ég að tala um Danmörku og mér er gaman að tala um Danmörku því að ég vann þar lengi og vann í lífeyrissjóðakerfinu og finnst mjög áhugavert að svona skoða hvernig þeir hafa gert hlutina. Í Danmörku er það sérst þannig að Fjármálaeftirlitið gefur út viðmiðunartöflur fyrir dánartíðni sem lífeyrissjóðir og tryggingafélög geta notað við mat á sínum skuldbindingum og í því sem Fjármálaeftirlitið gefur út þar eru grunntöflur fyrir dánartíðni og svo eru líka töflur fyrir hvernig reikna ég út bætur, eða hvernig dánartíðni muni í rauninni lækka áfram. Og þeirra nýjasta mat er frá 2019 og þar er grunndánartíðni fyrir árið 2018 og byggir á gögnum frá 2014 til 18 eins og hér á Íslandi. En í Danmörku er það þannig að lífeyrissjóðirnir hafa val að nota lífslíku eða módel Fjármálaeftirlitsins ef þeir geta rauninni sýnt fram á að þeir geti þróað eigið líkan sem nái betur utan þeirra sjóðfélaga, til dæmis sjóður sem með, segjum mikið að skrifstofufólki sem með lága dánartíðni og lifi lengi og kannski lága örorkutíðni líka, að þá geti sá sjóður rauninni sýnt fram á, þetta grunnlíkan er fínt en okkar líkan fangar betur okkar sjóðfélaga. Þannig að þeir geta fengið að nota eigin líkan en þau verða þá að sýna fram á að þau séu betri en grunnlíkanið. Og gögnin sem eru notuð, þar er rauninni fyrir einstaklingu upp á 25 ára, þá er bara notuð gögn frá Danmark Statistik sem er Hagstofa Dana og það er bara fyrir alla einstaklinga á þessum aldri, hversu margir í aldurshópi og dánartíðni fyrir þá. En fyrir 26 til 90 ára einstaklinga, þar eru notuð ekki í rauninni hagstofagögn, það eru notuð gögn sem sjóðirnir, bæði lífeyrissjóðir og tryggingafélög, senda inn sína sjóða. Því að staðreyndin er einfaldlega svo að þeir sem greiði lífeyrissjóð, þeir sem greiði tryggingafélög, þeir lifa almennt lengur en þeir sem gera það ekki. Þannig að það er rauninni bara notast við þá sem eru sjóðfélagar í lífeyrissjóðum og greiði tryggingafélög. Og þetta er náttúrulega, það gera það svo sem flestir. Þannig að samkvæmt nýjustu gögnum frá Danmörku þá voru 2,9 milljónir inn í þessum gagnagrunni. Og það sem Danirnir hafa séð og svo sem gildir líka Ísland er að það er mjög erfitt að fá góðan gagnagrunn fyrir 90 ára eldri því að það er einfaldlega svo fáir í hópnum og dánartíðnin svona svolítið dreifð og svona. Þannig að þá notaði nálgun fyrir sem miðast í tímabilið 80 ára til 110 ára og
jafna í rauninni kúrfuna út fyrir það tímabil. Og þetta aðferðafræði sem viðurkennd af Human Mortality Database sem maður getur séð heimasíðuna mortality.org sem mjög góð heimasíða. En það sem Danir gera í grunninn það í rauninni svipað á Íslendingar. Grunntöflurnar unnar á sama hátt og Íslendingar gera. Þær gilda fyrir árið 2018, en það gilda bara fyrir 1 ár. Og það notuð gögn frá árinu 2014 til 2018, en innan þeirra tekið tillit til þeirrar þróunar sem varð innan þessa 5 ára tímabils frá 2014 til 2018. Og það gerð í rauninni línuleg jöfnun á gögnum fyrir aldurshópinn 0 til 4 ára og 108 til 110 ára einfaldlega af því að það eru svo fá dauðsföll í þeim aldurshópum. Til að koma í veg fyrir að það séu sveiflur í gögnunum vegna gagnaskorts. En þegar þeir að meta í rauninni framtíðarspána, þá taka þeir ekki, það sem ég nefndi áðan að taka gögn bara fyrir sjóðfélaga, þá taka þeir gögn alla frá Hagstofu Danmerkur og þar taka þeir 20 ára tímabil. Og það út frá því að þeir vilja taka nógu langt tímabil til að ná trendinu, en ekki það langt tímabil að þeir séu kannski einhver þróun sem var 1980 til 90 eða 1970 til 80 sem kannski einhver bættar lífslíkur sem í rauninni kannski staðnaðar. Þeir vilja vera að ná hvað að gerast núna. Þannig að þess vegna mátaður það að þeir vildu taka 20 ár, en ekki lengra og ekki styttra tímabil. Að þegar 10 ára tímabil þá getur líka verið, það getur verið ákveðin eins og til dæmis núna, það tala að síðustu 10 ár hafi í rauninni verið svolítið að fletjast út lífslíkurnar, en það kannski, ef maður skoðar aðeins lengra tímabil þá það ekkert líklegt endilega að maður sé komin á áfangastað. En ég ætla að fá að vera með svona eina glæru með reiknilíkani, ég lofa að þetta eina jöfnurnar sem eru. En þarna sér maður my sem dánarlíf. Það í rauninni reiknaðar út frá x sem aldur og t sem tími. Og grunnurinn 2018. Það í rauninni grunnurinn, þeir reikna út frá því. Og svo í rauninni taka þeir væntar bættar lífslíkur sem r. Það í rauninni lesið inn í og verður því stærra því lengra svo það fer frá árinu 2018. Og þetta sitthvort líkani fyrir konur og menn. Það ekki sama. Sami grunnurinn en ekki sami tölur, að sjálfsögðu. Og mér finnst þessi mynd voðalega skemmtileg, enda teiknaði hana sjálf. Þarna sér maður dánatíðni fyrir aldur og ég vil nefna þetta lógaritmi af dánatíðni. Þannig að það stendur -1, þá það 1 af hverjum 10 sem deyr. Ef það stendur -2, þá 1 af hverjum 100, -3 1 af hverjum 1000, -4 1 af hverjum 10.000. Og ég teiknaði inn þetta bæði í rauninni nýjasta líkanið frá íslensku, Félagi íslenskra tryggingastarfræðinga frá 2018 og þetta fyrir karlmenn. Og þarna sjáum við að má segja Danirnir eru að meta dánatíðni ungs fólks svolítið lægra en við, en það kannski hefur ekkert rosalega mikil áhrif, af því að bæði eru lífeyrissjóðirnir hafa því meiri áhuga á líftíma fólks því eldra sem það og svo erum við að tala svo rosalega lágar tölur, hvort þú ert með 1 af hverjum 1000 eða 1 af hverjum 5000, þetta í rauninni samt ennþá mjög lágar tölur. En þarna inni bláa línan sem heil, það danska líkanið fyrir 2018 og svo brotnu línunar, þá rauninni verið að reikna með bættum lífslíkum upp á árinu 2028 og svo bættum lífslíkum 10 ára og 20 ára bættum lífslíkum. Og ef við skoðum grunnlíkanið íslenska og danska, 2018 líkanið, í rauninni svona frá 50, þá eru þau líkan í rauninni mjög svipuð. Sem kemur ekki óvart, því að Danir og Íslendingar eru náttúrulega svipaðar þjóðir að mörgu leyti, gott heilbrigðiskerfi og þess háttar. En við sjáum hins vegar að danska módelið, þar búið að reikna inn í þessar bættu lífslíkur þegar framlíða stundir, sem við erum í rauninni ekki búin að gera. Þannig að þarna í rauninni búið að reikna inn í að lífslíkur 70 ára einstakling séu orðnar mun lægri eftir 20 ár. Þannig að við erum með einstakling sem 50 í dag, þá erum við að reikna hann 70 eins og við erum að reikna 70 einstakling í dag.
En þegar við erum að reikna í danska kerfinu, þá erum við með 15 einstakling í dag, þá gerum við ekki ráð fyrir að hann sem er sömu dánartíðni eftir 20 ár eins og 70 ára einstaklingur í dag. Þannig að þetta er svona, já, munur á þessu. Og svo ætla ég svona að tala örlítið um Holland. Ég ætla ekki að fara beint í módelið þar, ég ætla meira bara að vera svona aðeins að ræða hvernig Hollendingar eru að nýta líkanið. Það er hollenska Hagstofan sem gefur út spá fyrir ólifað meðalævi einstaklinga og þannig á kyn, aldur og tímabil. Og nýjastu töflurnar af þeim voru 2017 og það ná til árinu 2018 til 2060. Og á efri myndinni þá sjáið þið að þar er verið að skoða hvernig er þróun á meðal manni, þetta er konur og menn saman, hérna hver er meðalævilengd 65 ára einstakling sem er á lífi, ólifið meðalævi. Og þarna sjáum við að þeir gera ráð fyrir áframhaldandi viðbót á líftíma, en í rauninni er, óvissan náttúrulega eykst því lengra sem að fer fram í tíman, sem er líka þannig. Og það sem Hollendingar hafa séð er að meðalævilengd hefur farið vaxandi frá 1950 þegar þeir byrjuðu svona að finna sitt líkan. En takturinn hefur verið afskaplega misjafn og konurnar kannski uxu hraðar á lífaldur kvenna uxu hraðar á tímabilum heldur en hjá körlum, en núna undanfarið er rauninni saman á Íslandi að þá hefur lífaldur karla færst hraðar upp en kvenna. En það sem að Hollendingar gera er að þeir beintengja eftirlaunaaldur við þessa spá Hagstofunnar. Og þá er þegar skoða meðalævilengd 65 ára einstaklinga, þá er rauninni metið hvenær fólk getur frá eftirlaun. Og það er ekki þannig að það kemur ný spá í dag og á morgun er settur nýr eftirlaunaaldur. Þannig er rauninni eins og töflurnar sem voru settar sem gildu frá 2018, þær gildu fyrir eftirlaunaaldur 2024 til 2025. Þannig að rauninni kannski þegar þú ert tæplega 60 þá fer að vita hvenær get ég frá eftirlaun. Og Hollendingar, við náttúrulega Íslendingar lögbundinn eftirlaunaaldur hér í 67 ára, þannig að Hollendingar voru náttúrulega svolítið, hvað getur maður sagt, fyrir aftan okkur með það að lögbundinn eftirlaunaaldur var 65 ára í Hollandi árið 2013 en hefur verið að hækka í þrepum síðan og er núna í maí 2020 er hann 66 ára og 4 mánaða. Og ég segi maí 2020 því að þeir eru jafnvel að breyta honum mánuð fyrir mánuð. Og það að þeir geri þetta, það tryggir rauninni sjálfbærni kerfisins. Því í hollenska kerfinu þá er opinber lífeyrir mjög ríflegur og mjög almennur. Og ef að kerfið er ekki hannað þannig að það sé tekið inn í hversu marga mánuði er maður að greiða þennan lífeyri, þá er það ekki sjálfbært á endanum. Þannig að þetta er rauninni það sem þeir gera til að tryggja sjálfbærni kerfisins og jafnvægi í opinberum fjármálum. Og svona ef ég fer örstutt yfir bara svona niðurstöður. Líkan fyrir lífslíkur þarf að taka tillit til þróunar yfir tíma til þess að geta gefið raunsanna mynd af framtíðinni. Og það er í rauninni svolítið grunnstoðin í öllum útreikningum lífeyrissjóðanna að við höfum trúverðugt mat á lífslíkur bæði núna og fram í tímann. Og það skiptir máli fyrir áunnarréttindi, framtíðarréttindi og þróun í eftirlaunaaldri. Og hvað eru í rauninni raunsæjar væntingar til framtíðarinnar? Ég ætla ekki að svara því, ég bara varpa fram spurningum. Til dæmis, er væntur lífaldur enn að hækka? Hvað haldið þið? Og er líklegt að raunávöxtur nái 3,5% næstu áratugina? Það er spurning. Og hvernig tryggjum við jafnvægi milli kynslóða í kerfinu? Takk fyrir.